Frumeindir eða atóm eru minnstu einingar efnis og í hugum efnafræðinga fram á fyrri hluta síðustu aldar voru þær ódeilanlegar. Það er, þær gátu ekki verið settar saman úr neinu. En það reyndist ekki alveg rétt. En hvernig er frumeindin, minnsta eining efnis, samansett? Árið 1911 setti nýsjálenski efnafræðingurinn Ernst Rutherford fram líkan þar sem frumeindin er sýnd sem einhvers konar sólkerfi, þar sem neikvætt hlaðnar agnir, svokallaðar rafeindir, á ensku electrons, eru á fleygiferð á braut í kringum kjarna. Stuttu síðar var svo sýnt fram á það að kjarninn var líka samsett ögn, að í honum voru jákvætt hlaðnar agnir sem við köllum róteindir, á ensku protons, og hlutlausar agnir sem kallaðir eru á íslensku nifteindir, á ensku neutrons. Þessar þrjár tegundir agna sem frumeindir eru samsettar úr, rafeindir, róteindir og nifteindir, eru einu nafni kallaðar öreindir. En þrátt fyrir að frumeindir séu samsettar eindir, þá eru frumeindirnar ennþá það sem við hugsum sem minnstu einingar efnis. Það er vegna þess að það sem gerir frumeind einstaka er fjöldi róteinda í kjarna. Þannig hafa engin tvö frumefni sama fjölda róteinda í kjarna. Þannig er gullfrumeind með 79 róteindir en súrefni með 8. Þannig að þessar ólíku frumeindir eru samsettar úr sömu öreindunum, en það er fjöldi öreindana sem veldur því að við erum með frumeindir og frumefni sem eru með mjög ólíka eiginleika. Frumeind er ekki mjög stór. Hún er í raun ekki stór, heldur smá. Mjög smá. Og öreindirnar sem hún er samansett úr eru ennþá smærri. Ímyndum okkur að við séum með niturfrumeind. Nitur er gastegund sem er 78% af því andrúmslofti sem við öndum að okkur 20.000 sinnum á sólarhring. Niturfrumeindin hefur 7 róteindir í kjarna og þar af leiðandi sætistöluna 7 í lotukerfinu. En hversu stór þyrfti niturfrumeindin að vera til þess að við getum séð kjarna hennar með berum augum? Svarið er að við þyrftum sennilega að stækka hana þannig að hún yrði eins stór og 2 hæða einbýlishús til að við getum greint kjarna hennar með augunum. Og ef við vildum geta haldið á kjarnanum eins og lítilli glerkúlu, þá yrðum við að stækka frumeindina upp í svipaða stærð og Laugardalsvöllurinn. Þannig getum við haldið á kjarnanum eins og lítilli kúlu milli 2 fingra og lengst í burtu, utan við stúkurnar, væru rafeindirnar eins og rykkorn á fleygiferð. Og það sem meira er, á milli þessa litla kjarna sem er eins og glerkúla á miðjum fótboltavelli og rafeindina sem er að þeytast upp í stúku er ekkert. Bara tómarúm. Þannig ef við reynum að ná utan þetta allt saman, þá erum við með frumeind sem er minnsta eining efnis. Frumeindin er samsett úr öreindum, róteindum og nifteindum sem mynda kjarna og rafeindum sem er á fleygiferð utan við kjarna. Og síðast en ekki síst, tómarúmi. Tómarúmi sem tekur mikið meira pláss en öreindirnar. Og nú veistu ýmislegt frumeindina og hvernig hún er samansett.